Yes! Já, veistla. Það rennir þriðjudagurinn, það rennir hlæða. Það þriðjudagurinn, já. 11. þáttur, þetta líður. 11. þáttur? Já. Það var alvöru gestur í kvöld. Alvöru gestur í kvöld? Já, og líka bara skemmtileg tímasending. Já, það bara fullkomin. Já, bara mikið að gera. En þetta verður teiknað upp bara fyrir nokkur vikur. Já, fjármálaheiminum og að gera bara að fá einn besta sérfræðing í fjármálum í dag. Já, veistu, ég kannski kem með smá innskot er að við vorum eitt fjármálaþátt þegar við vorum svona að byrja sem var mjög skemmtileg. Frábær þáttur. Hafa ekki séð hann, sem Agnari Möller, sögustjóri á Kviku, mælum með honum. Hann flaug svolítið undir radarinn, bara eins og komum rétt inn á það, því að hann kannski stærsta nafni sem við fengið, en hann bara hann bara svo hress og skemmtileg og svaraði vel, nýkominn á gosinu sko, bara gýr í honum. Mikið trallari. Já. Eins og gestur kvöldsins reyndar. Já. Hann er búinn að vera hjá okkur hérna heil lengi og því líka toppmaður. Já, því líka toppmaður. Hann er líka margfróður. Já, eiginlega bara ofróður. Já. Venjulega lít ég bara nokkuð verið út í fyrir gestur kvöldsins, en ég lít örugglega út ekkert sérstaklega í kvöld. Það kemur allt í ljós. Hann veit ýmislegt bolta, ýmislegt fjármál. Rétt. Og hvað fleira, hvernig hann skák, það kemur í ljós. Það kemur svo í ljós. Já, en Birgir, það þétt dagskrá í kvöld. Já, það margt að ræða. Við þurfum bara að kynna gestinn. Birgir, gjörðu svo vel. Gestur kvöldins Björn Berg, deildarstjóri greiningar og fræðslu hjá Íslandsbanka. Bjóðum hann hjartalega velkominn. Já, wow, it's a pleasure. Já, sæl velkominn. Takk fyrir kærlega. Þið viljið hafa mig hérna? Já, tiltu þér í miðuna bara. Takk fyrir það. Takk fyrir það og takk fyrir boðið. Já, takk fyrir komuna. Mín er ánægjan. Heldur betur gaman að fá þig. Já, gaman að vera það. Já. Í AHA-stúdíói. Já. Það líst vel á það. Það var gaman sko þegar ég reyndi að fá Björn í þáttinn fyrst, þá sagði ég bara við hann, viltu koma í kat? Hann vissi ekkert hvað við erum að tala fyrst, en svo var hann fljótur að kveikja. Já. Ég held að vera að tala Kanadadollar. Það væri svona. Já. Eitthvað gjaldmiðlaviðskipti frá plataði eitthvað. Viltu koma í smá gjaldeyrisbransmi? Já, það ekki. Það er kannski næst. Já, kannski þennan þátt. Já. En það sko erfitt sko með kvöldi í kvöld sko er að við höfum aldrei lent í áður að gesturinn hefur valla labbað inn og hann segist ekki hafa gaman að skap. Já, þetta er próstið. Þetta er eiginlega þessar tvær íþróttir sko, hérna skák og golf hafa reynt og það bara finn ekki geifleitn á mér. Það er bara, ég á eitthvað voðalega erfitt með þetta. Já, hvað er það heldur þú? Sko, það er góð spurning vegna þess að ekki er það að ég hafi ekki þolið með almennilega í þetta því að mér er alveg gaman að vera í sudoku eða eitthvað slíku sko. Það er bara eitthvað sem er ekki að hitta í mark hjá mér sko. Já. Þannig að ég veit ekki. Nei, ok. Það er hérna, en þú veist, þetta er alveg áhugavert. Ég hef alveg telt við stráki minn og svona og hérna, mér hefur alveg fundist áhugavert ef maður hefur hort á áhugaverða skák. Já. Að þú veist, það hefur mér alveg fundist áhugavert sko. Já. En þetta er ekki alveg að hitta í mark hjá mér sko. Ok, já. Þannig að ég kann þó alltaf mannganginn sko, þó að sé að fara að dauðleiðast, þá kann ég alltaf mannganginn sko. Og þess vegna líka beinast við að mæta beint í skák, streymi. Já, ég sé nú við spörum stóru orðin sko, ég held að verði veistla. Já. Morgun, sem var rosalega. En getur þú útskýrt fyrir fólki sko, hvar er stærsta breytinginni fyrir bankan að vera komin á opinbera markað? Hvað er svona stærsta, af hverju þetta eitthvað meiri vinnu heldur en þetta bara að vera að fara til vinnu dagstælega? Já, sko, vinnan við útboði fólst fyrst og fremst bara í sko framkvæmdinni á því að selja bréf. Það sem er raunin að gerast er það að hingað til hefur ríkissjóður Íslands haldið öllum hlutabréfum í bankanum. 100% af hlutabréfum í bankanum. Og svo er það þannig að það er stofnun sem heitir Bankasýsla ríkisins sem heldur utan um þessi bréf, fær að heyra það frá fjármálaráðherra að það er að selja. Og þá er þetta þannig að bankinn er meðal annars ráðinn í það hlutverk að annast þessa sölu og halda utan um það með öðrum aðilum. Og þá verður þetta fer í gang þetta að það þarf að kynna bankann, það þarf að reportera öllu, það þarf að búa til eða þú bara setja saman upplýsingar og uppfylla ábúrslega mikla kröfur. Já, þetta er mjög formfast. Ég ætla einmitt að grípa þennan bolta frá því. Er reglugerðin núna mun stífari heldur hún var að því eru komin á markað? Já, sko reglurnar sem gilda bankann
eru að nokkru leyti, til og með sem var þetta upplýsingagjöf og eitthvað, ósæðlega strangar hjá þeim fyrirtækjum sem eru skráð. Reyndar er það gott fyrir Íslandsbanka sko varandi svona að koma okkur ljúft inn í þetta að við höfum verið með skráð skuldabréfamarkaði í nokkur ár. Þannig að við kunnum að gera þetta allt saman og þetta er ekkert nýtt fyrir neinum. En það að búa til dæmis það sem heitir lýsing sem er 1000 blaðsíðna plagg eða hvað það er langt sem að útskýrir allt bankan. Það er bara óbúslega mikið vinna sem fyrir það. Það eru settir upp kynningafundir með áhugasömum fjárfestum, það er allt einhvern veginn, það eru samskipti við fjölmiðla til þess að halda öllum upplýstum og þetta er allt bara vinna sem bætist ofan á það sem að fólki þegar að gera vinnu. En þetta hefur verið voða gaman. Jú, við vorum einmitt að tala þetta ákveðin í morgun sko að núna er maður svolítið ánægður og svona léttir þetta hafi gengið vel. Þetta sé búið ákveðnu leiti, nú ekki alveg búið en svona það er ákveðin tímamót þegar að bréfin eru byrjað að treyta í Kauphöll. En maður á samt einhvern veginn eftir að muna eftir þessu alla ævi sko. Að hafa verið sentral einhvern veginn og innvorveraður í eitt stærsta útboð í Evrópu og þetta er alþjóðlegt útboð. Ég held að það sé líka eitt sem gerði þetta miklu stærra er það að flest útboð sem við erum að sjá í Íslandi eru íslensk útboð. En það sem við erum að gera núna er í fyrsta skipti sem alþjóðlegt hlutabréfaútboð er framkvæmt að fulla á Íslandi. Og það er alveg geggjað og vegna þess að þetta er alþjóðlegt útboð þá fengum við fullt af erlendum hluthöfum inn í bankann. Sem eru mjög jákvæð tíðindi fyrir íslenskan verðbréfamarkað almennt. Af því að það sem við höfum svolítið verið að búa við undanfarnum árum á Íslandi er það að það er ekkert óbúslega mikið það að útlendingar sem koma með peninga til Íslands. Og það hefur verið svo sem við höfum misgóða reynslu af því að það er ekki gott að fá peninga til Íslands sem hægt að koma hingað, ná í smá peninga og hlaupa aftur út. En það að fá peninga sem vilja vera hérna, sem eru að kaupa svona fundamental business og ætla að vera hérna í einhver tíma, það er rosalega heilbrigt fyrir allar þjóðir og öll lönd og öll hagkerfi að fá inn erlent fjármagn til þetta. Og vegna þess hvað mikið kom núna, þá á það alveg held ég að hljóta að vera rosalega hvatning fyrir alla hina. Alla aðra sem hyggja á að selja bréf, taka lán erlendis og svona fyrir það staðsetja okkur einhvern veginn þannig að nú erum við bara mætt á markað aftur alþjóðlega. Og þessir stóra aðalega sem eru að treysta okkur að þeir eru að treysta okkur vegna þess að treysta íslensku efnahagslífi. En ég á nú að gríðast með fyrir þátt sko að Chess Dark ætti að fara á markað í næstu viku. Þú veist, af hverju ætti ekki bara Kitty Pípar EOF að fara á markað núna? Það er svo rosalega mikið eitthvað svona goodwill yfir að fara á markað. Af hverju ætti ekki bara öll heimsins félög á Íslandi að fara á markað? Sko, það er tvennt sem að þú getur gert þegar þú fer á markað. Það er tvær ástæður fyrir þú fer á markað. Annars vegar það til þess að ná í nýja peninga inn í fyrirtækið með því að gefa út nýja hluti. Hins vegar með því að þeir sem þegar eiga fyrirtæki geti selta. Það er til dæmis eins og það sem er í gangi í Íslandsbanka. Það var ekki verið að fjölga hlutum, það var að selja það sem ríkið átti. 35% staði. Þannig að ef þú ert að reka, ef þetta er velrekið fyrirtæki á okkur, þið þurfið ekki meiri peninga, þá er engin ástæði fyrir ykkur að fara í Kauphöll. Ef þið hins vegar myndu vilja stækka og fá peninga í staðinn fyrir að taka lán, þá getur þetta boðið mér eða einhverjum að henda milljón kalli inn í þetta og eignast hlut og þá getið þið gert eitthvað, getið þið stækkað og þá haldið þið að með því að gera það þá græðið þið meira heldur en með því að taka lán fyrir það. Ástæðan fyrir að það er ekki allir að gera þetta það er þríþætt ástæða sko. Einu svo, þetta er svolítið dýrt. Þannig að Þetta að tala bara vinnuna á að gera þetta? Já. Það að vera skráður í Kauphöll og það að skrá sig í Kauphöll er ekkert ódýrt. Það er misjant sko, þú þarft að svolítið að vega um þetta, er þetta þessi virði? Þannig að það er að fyrsta, það er náttúrulega fyrst og fremst ástæðan fyrir því að lítil fyrirtæki er ekki Kauphöll. Við erum hins vegar með annan markað sem heitir First North, sem er minni markaður, ódýrari og það er minni kostnaður og vinna eftir að skráningar hafið. Vegna þess að nú er það hjá okkur og við þurfum að reporta mjög mikið stanslaust. Já, ég gríp hérna boltalofti, getur útskýrt fyrir fólkinu hver er munurinn á bara OMXI, venjuleg bara Kauphöllinni og First North? Já, sko, munurinn er í rauninni eiginlega bara stærðin. Þú ert með, við erum með Kauphöll Íslands sem er partur af Nasdaq sem er risastór samstæða og rekur hérna 2 markaði og það er sem sagt aðallistinn þar sem að stór fyrirtæki eru skráð og svona það sem við heyrum yfirleitt talað og þar þarftu að gera upp þú þarft að vera með ásetning 4 sinum á ári, það er ákveðin lágmarks eigið fyrir minnir mig sko. Nú er það svo langt síðan ég kynnti mér þetta og það er upplýsingaskylda af hvað var það hverju megi verið í stjórn, hverju megi að stýra, þurfa að taka próf
það svolítið stór pakki. First North annar markaður sem með svipuðum hætti að eiga viðskipti á honum. Getur alveg keypt og selt bréf á First North alveg svo gerur öðrum. Hins vegar ekki alveg sömu kröfur, þannig að upplýsingarna sem þú færð fyrirtæki ekki eins miklar og ekki eins örar. Og þetta aðeins ódýrara fyrir fyrirtækin, þetta bara minni pakki, þetta svona diet útgáfan af aðalistanum. Ekkert verri fyrir vikið, í rauninni bara miklu betri fyrir til dæmis lítil fyrirtæki og fyrir þau sem eru að stíga sem fyrstu skref. Og hann risastóri Svíþjóð þessi markaður, þessi sami First North markaður. Og það vegna þess að þarna oft fólk, fyrirtæki að fara inn sem langar að vaxa mikið. Þannig að þau fara þangað inn, eru kannski með svona stöðugan rekstur eins og staðin í dag, en þau eru með einhver plön upp á framtíðina. Þau vilja fá fjárfesta inn í bréfin sem þú veist, í nýtt hlutafé til þess að safna sér peningar til þess að geta staðið í þessu vexti, fólk sem að treystir á þetta viðskiptaplan til lengri tíma. Og þetta lítil kauphöll eða minnimarkaðir eins og First North hendar betur í þetta heldur en risastór aðalisti. En undir hvaða kringumstæðum, ef þú með First North félag, myndi það henda betur, það eitthvað þannig að þú mátt bara hafa einhverja X-veltu á First North eða undir hvaða kringumstæðum verður þá betra fyrir þig sem fyrirtæki að fara inn í hefðbundnu kauphöll? Hvenær myndir þú taka transferið? Já, ég myndi að það bara það sem sjávarútvegsfyrirtæki gerði á sínum tíma hér á Íslandi, fóra af First North yfir aðalmarkaðinn. Og það geta til dæmis eitt að veltan með bréfin, þar sem viðskipti, fjöldi viðskipta miklu meiri á aðalmarkanum heldur en á hinum. Það væntanlega auðveldara að selja bréfin. Með því að vera inn á aðalmarkanum þá eru fleiri verðbréfasjóðir sem fjárfesta í bréfunum vegna þess að þeir eru oft með það sem heimild að þeir kaupa bara bréf þar en ekki inn á First North. Og hvað þar fram til göttunum, ég veit ekki hvort að það gæti verið eitthvað betra aðgengi að fjárfestingu og lífeyrissjóðum með eitthvað slíkt. Þetta yfirleitt ástæðan að nálgast bara meiri viðskipti þó að kosti kannski aðeins meira. Og Play, þeir eru komið First North? Já, nú Play að fara eða í hlutafjárútboð sem bara alveg frábært vegna þess að það sem við þurfum svolítið að fá, við þurfum bara að fá fleiri fyrirtæki markað og nú höfum við verið að stíga mjög stór skref því við höfum verið að fá mjög stór fyrirtæki markað á undanförnum. Arion og Íslandsbanka, náttúrulega gríðarlega stór fyrirtæki og við höfum verið svo pínlítil. Núna meiri sé að þráttur að áratugur að verið liðin frá hruninu og þá vorum við samt með kauphöll sem að hlutfallslega miklu minni en í öllum löndum sem við berum okkur saman. Og við viljum hafa svolítið öfluga kauphöll bæði vegna þess að við viljum að fyrirtækin okkar hafi aðgengi að því fjármagni sem fæst í gegnum kauphöll en líka að almenningur og aðrir geti fjárfest í bréfum. Algjörlega. Það rosalega erfitt ef að þið varuð að reka tiltölulega stórt fyrirtæki sem við erum að gera og ég hefði áhuga á að kaupa hlutabréf hjá ykkur og hefði ég enga leið nema bara með því að tala við ykkur og kaupa beint af ykkur og það ekkert regluverk í kringum það sem að verja mig og engin upplýsingaskylda hjá ykkur eða neitt slíkt. Ef þau eru skráðir þá ég miklu öruggari með það sem ég að gera. Ég er fullvissari það að það sé ekki verið að svindla mér. Og það ekki örugglega þannig fyrir fólk út í stofu að það þannig að First North virkar alveg eins að þú bara við vonandi bæði, þú getur bara keypt alveg eins og þú kaupa bara hefðbundnu kauphallinni. Jú, bara með nákvæmlega sama hætti, þetta er mjög einfalt. Og það verður rosalega gaman að sjá hvernig þetta gengur vegna þess að eftirspurn eftir hlutabréfum og bara verðbréfum almennt hefur verið svolítið mikil undanförnu, ekki bara á Íslandi. Snaraukist. Bara alls staðar, bara snaraukist. Og að hluta til að vegna þess að bréf hafa hækkað og því miður og þá hegðum við okkur alltaf þannig að við eltum það sem búið að gerast sem er neikvætt í sjálfum sér vegna þess að þá eru vel að láta hjarðhegðuna vega þyngra heldur en einhver rökhugsun. Atferlisfjármál. Já, sem eru geggjuð grein. En hins vegar er þetta líka vegna þess að í COVID að þá virðist fólk að safna svolítið peningum. Já, ég held að sé góð punktur. Það þess vegna verður svolítið gaman að sjá. Ég var að sjá tölur frá Danmörku núna það. Nú er farið að losna svolítið í Danmörku. Danir voru í síðasta mánuði að renna kortinu sínu eða bara einkaneysla þeirra var 10% hærri en það var á sama tíma 2019. 2019? Já, þrátt fyrir COVID. Já. Það bara allir búin að meðaltali fólk búið að spara því það hefur ekki farið útlanda. Akkurat. Og þá var það farið að eyða peningunum núna sko. En svo náttúrulega má ekki glemma því að það náttúrulega bara meira peningum í umferð líka bara í heiminum eða hvað. Já, og það akkurat vegna þess að á mörgum mörkuðum að þá hafa peningar peningum bara verið dælt út í hagkerfið eða til almennings til þess að láta fólk eyða
peningunum til þess að efla hagkerfið, til þess að svona halda hjólunum þó minnstu kosti gangandi sko. Já, og það, ég meina ferðagjöfin það. Já. Í Bandaríkjunum að þá fekk fólk bara stimulus þessa ávísun bara. Það voru gaman að fólk bara nota ferðagjöfina í merkilega hluti Dominos og KFC og fleira sem var efst þarna. Kemur út af það sama, það er neysla. Það er neysla, já. Og í mjög skamman tíma til þess að styðja við erfitt ástand eða styðja mann í erfið ástandi, þá er hún góð sko. Já. Það var einkaneysla góð, þú byggir ekki heilt hagkerfi bara á einkaneyslu sko. Það þarf að vera einhver verðmætasköpun. En mér finnst þetta góð, ég las grein sko sem að kölluðu svona fjárveitingar frá ríkinu sko, helicopter money sko. Já. Þetta rosalega mikið bara, þú veist, það væri eiginlega skárra ef að Bjarni Ben hefði bara verið upp í þyrlu og verið að kasta peningu sko, því að þetta já eins og ég segi, það er kannski félög sem kannski önnur saga en má deila það hvernig þessu var útlitað á þessu framvegis, en já, Leifur, þú ert bara að tefla fyrir hans hönd. Já, ég vélaði sem skák, þannig ég ætla ekki einu uppbútt. Mér líst bara að véla það sko. Bjarni kom með fyrsta sigurinn. Já, einmitt. Bjarni tekur bara sigurinn þinn. Já, ég er bara allsæll með það sko. Ein skák, einn sigur. Já. Það er sterkasta aðstæðingnum hingað til. Nei, en mér langar að grípa annan bolt á lofti sem við vorum að tala áðan. Já. Það var að þú talaðir stærsta hlutafjárútboð í Evrópu og ég vissum á... Já, svona, þetta er stórt á evrópska mælikvarða núna í svolítinn tíma. Já, í svolítinn tíma, já, mér langar bara að vita hvað kom á eftir sko, það hlaut að koma eitthvað eftir þarna. Já. Það er bara, það er eftir þessu tekið. Já. Þetta er geysilega stórt, þetta er, ef þú lítur til dæmis á bara sölu banka frá hálfu hins opinbera yfir á einkamarkað, þá er þetta geysilega stórt í og mikið eftir þessu tekið. Þannig að þetta eru stór tíðindi í sjálfu sér, þetta eru Íslendingar, við erum alltaf pínu lítil í öllum alþjóðlegum samanburði. En ákveðin fyrirtæki eru samt það stór að það er að vega þetta. Já. En þú nefnir við mig áðan að þú telur að það sé gott fyrir okkur að við sem að fá erlenda fjárfesta til að fjárfesta í Kauphöllinni. Getur útskýrt fyrir fólki af hverju það eitthvað jákvætt? Já, það er sko einföld ástæða bara hreinlega það að það styður við krónuna okkar og styður við hagkerfið okkar að fá bara nýja peningin í landi með sama hætti og túrist sem kemur með vasana fulla í landinu eyðir þeim og skilur á eftir í landinu. Já. Þá geta þeir peningar sem hann skilur eftir í landinu farið bara á hring og farið á hreyfingu inn í hagkerfinu okkar og bætast bara við auð landsins og það sem að knýr áframhaldandi verðmætasköpun áfram í landinu. Þannig að það í sjálfu sér er jákvætt ef að það er peningur sem er til í að vera peningur sem fer inn bara og fer strax aftur út, hann getur beinilegt verið hættulegur vegna þess að þegar hann er að fara út þá getur hann farið út í það stórum skömmtum að það getur haft mikil áhrif til með svo krónuna og það er alltaf sásökafullt og býr til verðbólgu og allt það. Hitt er það að með því að fá erlenda fjárfestingu inn í landi erum við að fá önnur sjónarmið. Við erum að fá sérfræði þekkingu að utan, við erum að fá smá challenge í það hvernig við vinnum. Við erum að fá vinna íslensku fjárfestarna kannski líka bara challenge íslensku fjárfestarna, challenge verðlagninguna á markaði, jafnvel erlendir aðilar skoðun á því hverjir sitja í stjórnum fyrirtækja og þetta er bara eins og varandi alla fjölbreytni og sannlega heilbreytt fyrir efnahagslíf sem vantar þetta. Algjörlega. Og okkur hefur skort þessa erlendu fjárfestingu inn til þess að sinna þessu hlutverki. Þannig ég myndi segja að þetta hvort tveggja er afskaplega jákvætt. Þess vegna vilja lönd hvetja til erlendar fjárfestingur. Það er almennt þannig. Og við þurfum ekkert að hafa miklar áhyggjur af því að það sé að valda einhverjum imbalans vegna þess að við eigum miklu meira í útlöndum heldur en eða sem sagt staða okkar gagnvart útlöndum sem er í rauninni alveg ótrúlegt með við hvernig hlutinni voru fyrir nokkrum árum, hún er alveg bullandi jákvæð. Við eigum miklu meira í útlöndum heldur en útlendingar eiga hérna. Það er magnað. Það er alveg magnað og það hefur verið viðvarandi núna í talsverðan tíma sem er algjörlega magnað. Þannig var þetta aldrei. Það var bara alltaf þannig að við vorum í mínus og þá er ég að tala þannig að það var mikið tekið erlendu lánum líka inn í landið sem er tiltölulega lítið að núna. Það er ekkert að erlendu lánum en það bara svona huga betur á þessum balans og við lærum það í hruninu að gera það sko. Já. Mjög fínt. Leifur, þú ert að tapa? Nei, ég bara þetta er bara taktík. Töflið sko. Ef þeim verið að gera það ángurlega ég fjall á tíma smá. Já. Þetta er einn leiðilega skákir í telt, sennilega svo leiðilegasta. Nei, ég skal gefa þetta núna. Vel gert, Markus Orri. Þetta var tap hjá Leif. Já, herru, nú held ég komið að þreita frumkvöldur. Það
Hvernig líst þér á það? Já, erum við ekki að spila Nóló hérna? Jú. Herru, ég er bara... Ég ætla hérna að fá að hækka tímamörkin. Geða hún nýja skák allavega. Já. Setjum hérna... Þannig að þú eyðir ekki öllum frítímanum að tefla á netinu? Nei, ég er eitthvað lítið í því. Nei. En þú fær nægan tíma til að hugsa. Já. Ég er líka búinn að setja ákveðs fordæmi núna. Já. Það bara næstu í öllu, sko. Já. Eins og segi, ég veit ekki hvað ég er að gera þessu, sko. Herðu. Sýnist þú. Já. Flýgur upp, þetta flýgur upp. Nú man ég ekki meira, sko. Nei, ég segi. Þá langar mig að koma nokkur spurningum frá hérna... Ok. Frá aðdæðanum. Nú? Frá miklum aðdæðanum. Jæja. Já, ok, við byrjum bara hérna. Það er bara eins sem segir takk. Þetta er... Við hefum nokkra félaga sem vilja þakka þér kærlega fyrir. Mættu til 18 ára á kynningum hlutabréf og þar kveiknaði áhugi þeirra. Það er hérna... Hvernig byrjaðu þessu greiningastarfi? Þú varst náttúrulega í verðbréfamiðlun. Já, sko, einmitt, takk fyrir, virkilega gaman að heyra þetta. Nei, ég byrjaði sko þegar ég fór að vinna í bankanum, þá var ég að vinna í hérna eignastýringu. Ok. Og eignastýring er hérna sá partur af bankanum sem að aðstoðar fólk við að ávaxta peningana sína. Yfirleitt varandi verðbréf, svona verðbréf, stundu séreignarsparnað en aðalega svona hlutabréf, skuldabréf, erlendangjaldir og eitthvað slíkt. Erlendar fjárfestingar. Og þetta, já, þannig ég byrjaði í rauninni þar, ég var í því mjög snemma að eða svona fræða og halda utan um fræðslu til starfsmanna í útibúum varandi, verðbréfaviðskipti, sjóði og slíkt. Svo fórum við að bjóða upp á þau sömu námskeið fyrir almenning. Já. Og þannig ég fór að færa mig meira og meira í svona fræðslufundi og efni og eitthvað slíkt. En síðan gerðist það fyrir ekkert rosalega löngu síðan að ég hérna fékk að taka við greiningadeild bankans. Við erum með greiningadeild sem er ekki að greina verðbréfamarkaði, heldur erum við að greina efnahagsmál almennt. Þannig við erum að gera stýrivaxtaspár og verðbólguspár og þjóðhagsspár og hérna aðalega að spá og bregðast við og svona reyna að rýna svolítið í bara íslenskt efnahagslíf. Og þetta er lítil og nett deild hjá okkur en alveg ótrúlega fært fólk sem er það sem mér finnst skemmtilegast að gera öllu í vinnu. Það er bara vinna með fólki sem er svona afburða vel gefið. Það er ótrúlega gaman. Og þá erum við í þeirri deild í rauninni með bæði greiningarstarf og fræðslumál. En þá eingöngu fræðslumál út úr bankanum. Og það er svona allt mögulegt, þú veist, við erum að skrifa greinar, við erum að hérna fara í út á sviðtöl og hérna halda námskeið og hitt og þetta. Er þið eina slíka deild landsins? Er einhver annar banki með greiningar og fræðslu? Allavega fræðslu? Ekki saman, ekki saman, ekki svo ég viti sko. Ég verð bara að vera með smá pillu á hinna bankuna og þar á meðal minn eigin, ég er nú starfsmaður Landsbankans. Það hefur ekki borið á fræðslu frá neinum öðrum banka eins og frá ykkur og sérstaklega þér. Já, við höfum allavega, sko, við lögðum óðbúslega ríka áherslu á þetta vegna þess að okkur fannst þetta algjörlega vanta. Sko, það var aldrei henni sem betur fyrir, við höfum aldrei verið beðin að tengja þetta við sölu. Það er aldrei, sko, fræðslan hefur alltaf fengið að vera svona hlutlaust apparat sem hefur frekar verið svona samfélagsábyrgðar megin í bankunum. Þú veist að það sé heilbrigt í sjálfu sér að fólk með þekkingu deili. Má ég með tandur í íslensku? Það er boring. Það er boring. Það sé bara svona, já, ykkar er miklu skemmtilega. Nei, ég meina, mér finnst þetta raunverulega vera þannig að hérna, þú veist, það græða allir á því, bankar græða á því að fólk hafi meiri þekkingu á peningum og það er hérna, og hver ætlar, það er svo lítil fræðsla þetta eins og þú veist að nefna. Þetta er lítið í skólum, þetta er lítið, annars það eru náttúrulega alveg aðeins, hinir bankarnir eru alveg að gera þetta og samtök fjármálafyrirtækja og aðrir, við ákváðum bara kannski að fara all in. Já. Þú veist, leggja bara mjög mikið í þetta, gera þetta bara fullum krafti og reyna kannski að gera þetta svolítið skemmtilegri leiðinni. Já, það sem ég átti við að það sem svona svo fræðsla sem maður hafði
fengið áður en þið byrjuðu var miklu... Hann var ekki að segja því Nei, við erum ekki að bjóða gestum við þá Já, ég hugsa strax, þetta kom alveg kolvitt að tala um hvað þið breyttu leiknum í fræðslu það var eiginlega ég fatt það strax, já, bara úff en það var nú bara meðan þú sem að kveikti minna áhuga á fjármálum sko, bara beint upp úr hérna. Já, ég er búinn að heyra það bara nokkrum aðlum fyrir hann þátt að það er bara nákvæmlega svoleiðis. Og hérna, það var engin tilhörn að fengja mig hérna þátt sko, þegar ég er búinn að vera, og veit að Birkir líka, bara aðdæmdur lengi sko. Mér finnst það gott, ég horfði á fyrirlestur hjá þér, eða hjá ykkur auðvitað daginn hérna, það sem þú varst að útskýra fyrir fólki bara hvað það þýddi fyrir fólk að fara í orlof. Já, fæðingarorlof. Ég held að sé bara einhvern veginn enginn búinn að pæla í því. Nei, þetta er risa, ok, ég ætla ekki að segja risa ákvörðun, en þetta er samt, þú veist, þetta er fólk bara að vita hvað er að gera sko. Já. Og hvað er réttindið að hafa og svo framvegis. Já, ég held að það sé sko leið þú ert hérna, það heilbrigðis sem að ég held að fólk læri varðandi peninga. Það er einhvern veginn bara svona staldra alltaf aðeins við. Já. Varðandi alls konar hluti. Veist, þetta þarf ekki að taka langa tíma. Hérna pældu í því, kannski þú eru búin að ná ákveðnum aldri eða bara hvernig sem er. Heyrðu, kannski langar með einhvern veginn eða okkur langar að eignast barn. Og hérna, hvað þýða? Þetta er bara svona pínu pæling. Ég held að það sé alltaf margir sem bara svona, það er svo æðislega ákvörðun í sjálfu sér að þá er bara umræðan búin. En hvað þýðir það? Hvað þýðir það? Ætlum við að fara í fæðingarorlof, hvernig virkar það? Þú veist, bara byrja eins að pæla í þessu. Sama með það að hérna, af hverju ekki að pæla í til dæmis kantu, ok, þú ert kannski í vinnu eða þú ert í skóla, en er það eina leiðin til þess að hérna, þéna peninga að vera í vinnu? Getur þú kannski selt einhvað sem þú ert að gera, eitthvað skillset sem þú hefur. Já. Hvernig myndi ég gera það? Hvað þú sett lengi að kynna þér? Það tekur ekkert rosalega langa tíma, en er ekki alveg óbúslega vel vörðum tíma sem þú eyðir í það, sko. Hvernig gerir það? Þannig við erum ofta að skoða þessa hluti og eins og þetta með fæðingarorlofið að hérna fara í allan pakkan. Okay, hvað svo? Bara hvað kostar að eignast barn? Og við erum líka með hérna komstu að því að fólk ætti bara ekki að eignast börn? Nei, alls ekki. Það er algjörlega þessi virði, sko, hérna. Nei, en það er bara, sko, það sem gerist hjá óþægilega mörgum er það að fólk þarf að svona, það þarf að leggja í einhverja fórnir sem það langaði ekki að gera, sko. Og það kemur eftir á. Þau get ekki tekið sér kannski eins mikið fæðingarorlof og þau vonuðu. Verða fyrir miklu tekjutapi, kannski lendi pínu basli út af þessu. Nú er ég búinn að klúra þessu alveg, sko. Nei, það var nú bara eitt tegumilli vinna. Já, þú veist, lendi í þessu. Þetta er bara orðið helds vesen og hérna ef þú kannski hefur undirbúið með smá fyrirvara þó að sé kannski stundum svolítið erfitt en bara aðeins að pæla. Þetta er að sama það sem mér finnst eiginlega skemmtilega, sem ég veit að hljóma nú ekki að skemmtilegast í heiminum, sko, en það er hérna, það er starfslokki fólki og lífeyrismál, að ég er bara alltaf að hitta fólk sem er hætt að vinna og það fer þá fyrst að hugsa ég hef nú bara átt að gera hlutina allt öðruvísi, en það hefur átt áratugi í að hugsa um þetta og það hugsaði það eitt 10 mínútum, það hafði aldrei 10 mínútum í að pæla í þessu. Og svo loksins þegar að Beggi færi komið með mér eða eitthvað. Já, hann var að drepa, sko hann draf drottninguna hérna og svo. Já, einmitt, þá er þetta bara þessi pakkin. En hérna áttur þetta frá, nei fyrir ekki, ég rugglu hana. Þetta þið eruð að henda mér, ég held að þessi Agna Möller sem ég er að tefla þig innan, sko. Það er Margi Pétursson. Já, eða Margi Péturs, eða annarkvæði þeirra, mér sýnist það. Nei, en þið skiljið hvað ég meina, sko, að það sem mér hefur fundið skemmtilegasta sem ég hef hérna náða að tala við fólk um, það er það að heyri einhverju sem er kannski fertugur og hérna pitcha einu við hann eða hann og segja þegar þú verið 60 ára langaði ekki að hafa pínu valkosti, einhverju optiona, af því að allir aðrir meir og minna, þeir ætla bara einhvern veginn að vinna þannig til að vera 67 ára og ætla svo bara að treysta á það að lífeyrissjóðurinn sé nóg. En hvernig væri þegar maður er 60 ára að geta að hugsa, það er gaman í vinnu, ég ætla að halda áfram, en ég hefði bara betra, eða ég ætla að fara í hálft starf, mér finnst leiðilegt í vinnu, ég ætla að fara í aðra skemmtilegri vinnu sem borgar minna, ég ætla að vera meira í útlöndum, ég ætla að fara í hálft starf. Þú getur sennilega ekki gert neitt af þessu nema þú sett aðeins byrjar að pæla í þessu fyrr. Og ef þú ert fertugur eða þrítugur eða hvað þú ert og byrjar aðeins að pæla í þessu og byrjar að reikna þetta niður, að þá getur þú actually gert eitthvað í þessu. En vandamálið er það verður enginn gaman að því að tala um lífeyrismál nema hans er orðin 60 eitthvað ára. Nei, einmitt. Ég er að sofna þetta, sko. Nei, þetta er alltaf ógeðslega leiðileg umræða. En það er eitt sem mér langar að nefna við, því að við tölum aðeins fyrir þátt, sko, er að þú augljóslega bara í þínu starfi sem þú ert í,
þú mátt ekki vera að segja fólki keypti þessu, seldu þetta núna, keypti þetta. Nei. Finnst þér að kannski setja einhvers konar hömlur á þitt starf að vera, ég ætla ekki titla kannski sem fjárfestingar ráðgjafa, en samt þú ert svona ekki leiðbeina fólk, þú ert að kynna fólk fyrir þessu. Já. Finnst þér að aftar að þínu starfi að geta einmitt ekki tala kannski hlutin eins og þú myndir vilja gera, þú ert að tala mjög, svona varlega alla hluti og svo framvegis? Ég held ekki, vegna þess að það sem að mér finnst alveg nógu skemmtilegt að bara útskýra fólki hvernig það getur bjargað sér sjálft. Já. Það sé alveg nógu, sko. Það alveg, mér finnst alveg gaman bara að kenna fólki hvernig þessi hluti virka og svo segi ég bara, og svo finnur þú bara það sem þið henda, svo bara þín ákvörðun, Já, af því að ef við ímyndum okkur, ég veit ekki hvað ég að tala við mörg þúsund manns á ári, ef við væri alltaf bara ráðleggjaði með eitthvað, þá væri náttúrulega bara fólk hérna með kindla og heitvísla fyrir utan hjá mér, af því að það væri náttúrulega alltaf eitthvað að fara að klikka, sko. Og ég ekki að vinna þannig vinnu og sakna þess ekkert, sko. Nei, ég skil. Ég er ágætur eins og þér, sko. Að því vorum að tala lífeyrismál og það ekkert alltaf skemmtilegasta umræðefni, en bara að því vorum að tala þetta og ég veit við erum með marga unga hlustendur að bara skjótinni með séreignarsparnað fyrir þá sem ekki vita. Mér langar bara ótrúlegt plattform til þess að vera séreignarsparnað skátt sko. En bara að þú getur lagt inn 2-4%, sérstaklega þú átt ekki þína fyrstu eign, skattfrjálst, getur tekið út þegar þú eignast þína fyrstu eign og bara borga beintin á höfuðstólinn á lániðinu og vinnaðinn gefið 2% á móti. Já, og svo ertu að fá bara 2% launahækkun frá vinnunni, að þeir sem eru ekki meðslíkt eða veit ekki hvað þá bara hvetja á endri til þess að kynna sér það, því að það algjör no-brainer og það rauninni þannig, sko, að þetta kerfi var búið til á Íslandi til þess að reyna að fá alla Íslendinga til að fara í það. Þess vegna var alls konar fríðindi sett inn í þetta kerfi. Þannig að auðvitað ég ætla að vera með séreignarsparnaðinn, sko. Já, ef ykkur fannst til dæmis örlátt á okkur að vera að gefa gjafabréf frá fyrirtækjum, sko, þá þetta bara gjafabréf út ævina, mánaðarleg, þetta bara fáránleg gjöf, sko. Og þetta nákvæmlega það, sko, að það sem mig langar að gera að mig langar að geta á einhverjum tímapunkti, þú veist, það liggur ekkert rosalega mikið á því einhvern veginn núna, en á einhverjum tímapunkti þá langar mig alveg bara að eiga einhverja peninga, að eiga eitthvað lausafér. Nú hef ég aðalega bara verið að reyna að greiða niður íbúðalán og svona, en að eiga einhverja peninga til þess að geta gert eitthvað, stofna fyrirtæki, leiki mér, þú veist, breyti einhvern veginn hvernig ég hætti að vinna og allt það. Klárt. Ég veit alveg ég aldrei að fara að gera það nema ég gerir svona. Og það sem að séreignarsparnaðurinn hefur að hann alltaf bara hraðari heldur en hitt, vegna þess að það alltaf verið að gefa mig pening, vinnan alltaf að gefa mig pening í hverju mánuði. En líka það að þetta ég blandast ekkert inn í umræðinu sjálfur, þetta bara gert automatískt. Og það besta leiðin til þess að fjárfesta, það það að láta einhvern annan gera þetta mánaðarlega fyrir sig, sko. Þá missur aldrei úr. Og ég var einmitt að það eina að vinna með mér sem bara rétt skriðin yfir 20 og ég var einmitt að pæla í, þú veist, ef hún byrja núna, ef hún myndi bara pæla í þessu, það engin leið, þegar ég var 20 og þá var mér, þú veist, ef einhver hefði sagt mér hugsaðu sjálf þegar þú ert orðinn 50 ég er alveg sama, ég er aldrei að fara að verða 50 hvað sem en segjum sem svo að maður næði að samfæra hana í það og maður myndi segja þú veist, væri ekki æðislegt eða þú ættir bara svona mikla peninga og getur leikið þér að geta eitthvað skemmtilegt á þeim tíma, einu sem þú ert að gera núna kannski að leggja fyrir bara 5.000 skall á mánuði. Og ef hún segir ok, ég get alveg 5.000 skall á mánuði og hún heldur sér við það 30 ári eða eitthvað, orðin fáránlega mikil peningur. Og þetta alltaf málið að þú ert að fá ógeðslega mikið fyrir eitthvað sem ekkert að kosta þig mikið, þannig að því að þú ert ekkert að sjá neitt stórkostlega eftir því. En talandum, þetta er bara svo reglulegur sparnaður, en ef við talandum Agnar Möller, hann sagði sko þegar við spurðum hann, kannski hann ekki alveg, hann má vera aðeins segja aðeins stærri orð heldur en þú kannski mögulega út frá sinni stöðu, en hann sagði að besta fjárfestingin væri alltaf að greiða niður lánin sín. Já, sko það nefnilega alltaf svona að það svo mikil no-brainer fjárfesting, að þeir eru að fjárfesta, allir sem eru að fjárfesta, þeir eru alltaf að pæla í tvennu á sama tíma, þeir eru að pæla í ávöxtunum sem þeir geta fengið, það er bara hversu mikið þetta fara að hækka, og þeir eru að pæla í áhættinu sem þeir eru að taka. Og þú þarft alltaf að gera bæði, eins og sko ef þið myndu fara núna og setja allt á rauðan í spilavíti og vinna, þá þætti mér það ekkert impressive, sko. Nú, að því að ég ég sé hvað þetta,
Heyrðu, ég tapaði þessu, það allt í góðu. Allt í góðu. En þú fjallst á tíma, það var miklu betur. Ég fjall á tíma, já. En sko, mér þætti það ekki impressive vegna þess að þú ert að taka ómikla áhættu til þess að réttlæta það að hafa tvöfalda peningin. Já. En ég segi, ok, þú hefði getað doblað en þú tókst allt ómikla áhættu, þannig að mér finnst þessi jafnaði bara brotin, þetta er bara illa gert. Einmitt, prófa þetta aftur og heyrið þá. Já, gerðu þetta aðeins öðruvísi. Þetta er eins og að mæta, við prófið þetta að fá 10 en ekki útreikninga. Já, akkurat. Og þannig að það sem þú gerir er að þú reynir alltaf að balansera þetta. Þú segir sko, ok, ég held að ef ég gerir þetta að þá fá ég svona kannski þessa ávöxtun en það er svona mikil áhætta. Og þetta er alltaf með allt sem þú gerir, þá ertu alltaf að vinna með þennan balans og það sem þú reynir að gera, þú reynir að taka eins litla áhættu þú getur reyna að fá eins háa vexti þú getur. Þetta er alltaf, sweet spot er að ná því. Það er ógeðslega erfitt. Töfralausnin hins vegar í því er tími. Að ef þú bætir tíma inn sem annari jöfnu í þetta þá dregur automatist úr áhættunni án þess að hafa áhrif á ávöxtunina. Ávöxtunin bara vex og eftir því sem lengri tími líður að þá dempast öll áhrif á áhættu. Af því að eitt af því sem gerist á verðbréfum og allir sem eru búin að fylgjast með verðbréfum sjá er að verðbréf þau sveiflast alltaf einhvern veginn. En ef þú myndir taka sama gráð og myndir zooma massíft út þá séu miklu minni sveiflur. Yfir langan tíma miklu minni sveiflur, miklu svona beinni lína einhvern veginn. Og eina leiðin, og það þýðir automatískt minni áhætta. Og þú færir þetta bara með tíma. Þannig að sá sem er að áhætta í langan tíma, hann er að fá miklu betri, hann er að fjárfesta miklu betur en sá sem er að fjárfesta í skamman tíma. Miklu betur. Og þess vegna er alltaf langtímasparnaður, þú veist eins og bara fyrir 18 ára krakka sem býr ennþá heima hjá foreldri sínum en veit að það langar einhvern veginn að kaupa sér íbúð og bara byrja strax. Leifur, nú verður að tala um fótbolta. Já, herru Björn, hvert er þitt lið á EM? Það var að detta út af því að það eru Skotar sem að loksins eru komnir á EM og hérna spiluðu vel á móti Englendingum en that's it. Eru flottið það? Já, það eru frábæra á móti Englendingum. Þannig að það var svona svolítið synd. En mér hefur fundist, sko af liðunum sem mér hefur fundist spila besta fótboltan, ég held að sé algjörlega, ég held að geta engin, ég fengt það frakkar með langbesta liði, með langbesta leikmenn, bara með 3 af 5 bestu sóknarmönnum í heimi og örugglega 2 af 4 bestu miðjumönnum í heimi í landsliðsbolta. En ég held að Þýskaland og Holland séu svona þau lönd sem eru fundið skemmtilegast að horfa á. Mér fannst leikurinn hjá Þjóðverjum móti Portúgal, sko, þeir reynda að fengu þessum 2 mörk en það var eiginlega bara fullkomið framistæða og Hollendingarnir eru bara svo skemmtilegir. Þeir eru að spila alveg ótrúlega skemmtilegan fótbolta. Þannig að ég hef verið rosalega hrifinn af þeim. Þannig að ég fylgist nú ekki mest með þeim. Þú ættir að setja allt á reiðan að þú varst að mæla með því hérna áðan. Hver er vinna? Hvaða lið vinnur? Ef ég ætti að vera bara að láta ekki tilfinningarna ráða þá bara hver er að fara að vinna mótið. Búin með 2 leikir. Já, sko. Ég held að margir þess að frakka fyrir mótið, núna eru menn svona þeir eru eitthvað svona sloppy sko. Já, einmitt. Mér finnst hann Pavard í hægri bakvörðinum hafi verið alveg afleitur. Ég held að ef ná honum í ganga þá af því að það fer oft mikið einhvern veginn í gegnum en hann er bara skugginn af sjálfum sig sko. Ég held að Þjóðverjar bara líti einhvern veginn þannig út að þeir geta alveg ferð alla leið. Bara svo þessi upptöku, ég ætla að segja Ítalía. Heyrðu, ég ætla nú reyndar alveg að leyfa þeim að vera í hóp með Hollandi og Þýskalandi að það hafi verið skemmtilegir. Það er rosalega gaman að horfa á að spila. Og líka bara svona sexy lið maður er bara, þetta er Roberto Mancini á hliðinni og þetta er alveg sturlað sko. Ítalía hefur alltaf á mótum, það hefur alltaf verið drama í kringum ítalska landslið. Jákvætt eða neikvætt. Það hefur alltaf verið einhver alveg ótrúleg stemning, alveg algjörlega galin stemning og alltaf eitthvað ótrúlegt að gerast. Þú veist, ég man eftir því þegar þeir lentu í dómaraskandalnum um Suður Kóreu, allt sprakk þegar þeir vinna Frakkana í úrslitaleik á HM með því náttúrulega öllu þegar þeir fara ótrúlega langt á Ítalíu 1990 Skilacci sem enginn hefði heyrt allt í náttúrulega. Það er alltaf eitthvað skemmtilegt sem að er mjög gott eitthvað skemmtilegt sem tengist. En við vorum aðeins að ræða fyrir þátt og við munum taka betur það eftir en það var þetta Super League. En ég var að spyrja þig fyrir þátt hvernig stæði því að bæði Arsenal og Tottenham voru þarna inni. Af því að það vita það að hvað voru það mörg lið? 10 lið í heildina eða? Voru ekki 10 lið í heildina eða? Hvað voru þau mörg í heildina? Voru 10-12? Hvenær? Í Super League, þetta voru 12 eða 14 lið, var það ekki? Já, ég held allavega 6 frá Englandi. Já, þessi 2 lið voru aldrei að vera þetta og spara að taka styrkleikan inn í þetta. En þá kemur þú inn á það, sko, þetta snýst kannski ekki um það.
Nei, þetta ekki UEFA að velja bestu liðin, sko. Nei. Þetta fyrirtæki sem að þessi lið stofna saman eins og NBA til þess að reyna að hámarka peninga. Já. Og sameiginlega hagsmuni. Og hagsmuni þeirra því að vera saman tengist að hluta til hvernig félaginu eru rekin. Hvernig svolítið formið og hvernig formennir kannski ná saman. Að þetta þarf að vera svona svolítið grúpa. En að langmestu leyti snýst það peninga. Og þá þannig, hvað voru þetta 12 liðið eða ekki? Ég sá ekki fyrir bara. Já, það voru 6 á Englandi, 3 á Spáni, 3 á Ítalíu. That's it. Nei, þetta líklega bara. Byrju Paris Saint-Germain fór inn og dróð sér svo. Já, það einhver 13 lið. Nema hvað að peningarnir eru að ráða þessu og þetta voru bara stærstu liðin. Ef frátalið Bayern München, þá voru stærstu liðin. Já. Og það á engin efni á því að tala niður til Tottenham og Arsenal vegna þess að þetta eru gigantíski klúbar á fjárhagslega mælikvarða. Nefnum það helst Chelsea menn. Nei. En sko, tökum dæmi, Burnley miklu stærri klúbbur heldur en Roma og Porto. Burnley? Já. Og Ajax og Monaco. Þó að þau sé Champions League. Þó að heillega sé Champions League. Spila á þessum markaði. Nei, þeir eru bara í ensku úrvalsdeildinni. Fjármálamarkaði sem enska úrvalsdeildin er. En ég held Champions League væri líka þvílík gullnáma. Já, bara ekki nóg til þess að vega upp hvað enska úrvalsdeildin sturluð. Hún algjörlega fáránlega stærð. Og þetta bara þróun sem hefur gerst í svona 2 sprettum. Þetta byrjar í kringum áratugumótin yfir 1990, svona kannski upp á 1990 þegar að tvennt gerist. Annars vegar gerist það bara að sjónvarp springur út í sjálfu sér. Við erum komið með Ítalíu 90, fáum síðan Bandaríki 94 verður kannski svona eitt stærsta sparki í rassinn hvað þetta varar sem að eykur peningana í þessu en svo fáum við stofnun ensku úrvalsdeildarinnar og það sem þetta að gerast á sama tíma þarna verður til kúltúr í fótboltanum eða svona fyrir fólk að læra það að bara borga almennilega fyrir fótbolta borga bara eins og Kaninn hefur alltaf verið að borga fyrir íþróttir og við erum ennþá víðsfjarri því sem Kaninn borga fyrir íþróttir en við vorum þá allavega að færast aðeins nær því og þá fer þetta að vera þannig að peningarnir fara alltaf að verða mestir þar sem sjónvarpið sko á þessum tíma áður en að enska úrvalsdeildin stofnuð þá eru bara lið frá Svíþjóð og Júgóslavíu og Úkraínu og Hollandi og Belgíu og Skotlandi bara að vinna Evrópukeppnir alveg að oft á enskunni. Já, það var bara fram og Real Madrid, þetta var bara svona fáránlegt. Já, þetta voru bara Evrópubolti var miklu meira hann fram yfir 1980 þá var það bara miðasala sem skipti máli. Það svo rómantist. Já, það náttúrulega algjörlega geggjað og það ákveðnum stöðum ennþá þannig í Skotlandi það bara miðasalan. Það alveg 50% Við þurfum að koma inn eftir að Björn vist ekki algjör svona perri fyrir litlum klúbbum. Já, það mjög skemmtilegt. En síðan einmitt gerist þetta, það verður þessi skil á milli þar sem að Premier League fer að vaxa. Það fer svipað að gerast á ákveðnum öðrum stöðum eins og sjónvarpssamningurinn á Spáni sem verður tiltölulega stór og svona. En síðan síðan fer Evrópupeningurinn að koma inn og þá fer að vera alvöru peningur í meistaradeild Evrópu og það bætist enn við en partur á sama dæmi, það bara sjónvarpið meistaradeild Evrópu algjörlega verðlaust apparat ef ekki fyrir stóra sjónvarpssamninga síðan erum við að fá aftur núna það sem hefur verið að gerast núna kannski undanförnum svona 7 árum svona nokkurn veginn það að við höfum verið að sjá að það að skilja miklu meira á milli svona allra þeirra sem voru að njóta sjónvarpsins og Evrópu og einhverju ofurliða og ofurliðin sem ekkert rosalega mörg en þau eru svolítið þessi sem við sáum í Super League plus plus Bayern München þú veist og kannski Borussia Dortmund eða eitthvað, ég veit ekki að þessi lið þau eru að slíta sig frá öllum öðrum og þau eru að gera það út af markaðslegum styrk af því þau eru vinsælust og vegna þess að þau eru opnast markaðir í Asíu það ástæðan fyrir því og þá erum við ekki að tala það við sem að tala einhverja milljónum punda við erum að tala 100 milljónum punda á ári sem gera aðstöðum alveg fáránlega Super League var ættu til þess að festa þetta í sessi með formlegum hætti búa til klúbb þessara liða sem ætla sér að vera stæst þannig að þau taki við peningunum en þetta sáldrist ekki að miklu leyti vegna þess að nú þannig að þó að þessi lið sem svona brjálæðislega stór að þá rosalega stór hluti af peningunum sem að fara til þeirra frá deildunum þeirra og frá Evrópu af því það eru deildinar og það UEFA sem tekur sjónvarpspeningin
og þau vilja fá þetta sjálf. Og finnst þeim stóru liðunum kannski vera litlunni sem fá of mikið af þeim þeirra skerf. Já, þau eru að kvarta yfir því og þau eru að segja að UEFA, sérstaklega Evrópska knattspyrnusambandið, hafi staðið sér illa í því að semja peninga og sé að útdeila þeim með ósanngjörnum hætti, af því að þessi lið sé að búa til peningana. Og er þetta ekki aðalega þessi 4 lið, eða þú með Barca, Real, svo þetta með United og Liverpool og svo mögulega kannski var Juventus líka? Já, sko, þau sem að það er eiginlega alveg klárt að liðin sem að leiddu þetta mestu leiti áfram voru Juventus og Real Madrid. Já. En það er bara vegna þess hverjir eru formennir. Já. Og þeir eru búin að vera að fronta þetta svolítið, keyra þetta svolítið áfram og þetta hefur svo sem alveg verið í umræðinni í óbúslega langan tíma. Svona verið einhvern veginn gert. Þetta hefur alltaf verið kveðið niður með hreinlega bara með að ausa peningum í þessi félög með því að fótboll gerir ekkert að halda fram að stækka. Svo gerist núna í COVID að í fyrsta skipti að þá skransar þetta eitthvað aðeins tilbaka. Þá virðist þessi lið bara panika og segja við þurfum bara að gera þetta núna. Við erum búin að tala um þetta í mörg ár. Það er einhvern veginn hóað öllum saman á einhvern Zoom-fund. Það er bara keyrt á þetta á ákveðið, senda út einhver kjánuleg yfirlýsing að valla búið að hanna neitt útlita á þetta. Og þá kemur ljós út af því hvað bakklasi verður mikið að það voru ekkert allir borð, sko. Ekki nógu sterkir. Það var ekki búið að festa með nógu fast. Það náttúrulega, og það er örugglega vegna þess að þeir voru að flýta sér að gera þetta, sko. Með meiri tíma heldur þetta hefði tekist, jafnvel þótt að bakklasi, eins og við tölum það bara var alvöru bakslag, það bara allir fótboltaheimurinn sameinaðist á bakvið það að þetta væri ömurleg hugmynd og ekki rómantískt. Ég held að þeir hefðu getað gert þetta með miklum tilkostnaði. Ég held að það hefði alveg getað vel verið þannig að þeir hefðu verið reknur úr deildum. En þá hefðu þeir bara hugsað er það bara kannski allt í lagi, sko. Ég meina þú ert örugglega með ákveðna klúbba á ákveðnum stöðum sem að líta kannski ekkert á sinn heimamarkað sem sinn heimamarkað, sko. Ég get alveg ímyndað mér að undir ákveðnum kringumstæðum getur í samfært Rangers og Celtic að spila við Englendinga, sko. Og sleppa því að spila við Skotland hérna frá og þú getur kannski samfært Real og Barca að spila bara við stærstu liðin í Evrópu. Ég get alveg ímyndað mér þetta gerast og þetta er að búa til NBA-deild, sko, yfir Evrópu. Ég held nefnilega, sko, ég held að það hefði getað gerst. Þetta er hræðileg tilhugsun, sko. Og ég held að þetta endar örugglega svona, ég veit ekki hvað er langt í það en mér finnst svona alla líkur á því. En svo erum við líka að tala um að því að við tókum smá EM-umræðina fyrir þátt líka að þú segir við okkur bara þegar EM var haldið í Englandi árið 96 að þá voru 8 lið. Nei, það er fyrsta lið, það er fyrsta mótið sem voru 12. Já, sem voru 12, Nei, 16 þú segir. Fram að því voru 8. Já, og það sem ég er að segja er og það er alltaf bara einföld ástæða fyrir það að bara vera að búa til meira peninga, koma fleirum að og það er kannski smá það sem Premier League hefur gert en málið það einhvern veginn, þú veist að þá finnst kannski stóramannum eins og hann sé ekki að fá að litlimannum sé að fá of stóran skerf. Já, það sem þau vilja, stóruliðnar, þau vilja spila oftar innbyrðis. Og þess vegna vilja þau koma seinna til dæmis inn í en verður þetta þá spennandi? Horfið það bara svona reyðmandir í tímsinu? Sko, mér finnst það að vera svolítið svoleiðis að þau eru að gefa svo mikið skít í það á hverju tilveru réttur þeirra byggir til að byrja með. Takk. Og það byggir á deildunum, sko. Já. Mér finnst Nottingham Forest alveg vera mikilvægt lið fyrir enskan fótbolta og Liverpool. Þetta er fundamentally alveg þetta er bara leið þú ert búin að færa þetta út og þú ert búin að búa til NBA-deild úr þessu og brjóta þetta einhvern veginn út úr deildunum og fara með þetta annað að þá ertu að eyðileggja eitthvað sem að nú þegar er æðislegt sem mér finnst vera bara hvernig deildar fótbolti hefur verið byggður upp og ástæðan fyrir því að hann er betri á Englandi en annars staðar er vegna þess hversu að peningunum hefur verið deilt jafnar í efstu deildinni. Svo náttúrulega er alltaf þessi óðbúslega munur á milli sviða en ég skrifaði grein fyrir nokkrum árum sem að var það sem ég var að nefna það að við varum á algjörum krossgötum hvað framtíð fótboltans varðaði og þetta var áður en þetta Super League dæmi kom og það var þetta að ég sá eftir að ég verið búin að bara að rýna í fjármálunni í þessu að það væri engin leið að stoppa þetta að þetta yrði þannig að þessi ofurlið og ákveðnir nokkri leikmenn væru að fara í óstöðvandi átt að meiri peningum og hinir hefðu lítinn sem engan aðgangaðum peningum og þá yrði þetta þannig að ensku úrvalsdeildin gæti ennþá alveg liðin geti alveg fengið peninga
en það yrði þannig að United og Liverpool og City og fleiri yrðu kannski með 5 sinnum meiri peninga, ekki bara 2 sinnum meiri peninga. Og hérna, það í sjálfu sér svo erfitt að grípa inn í þetta, af því þú getur bara sagt, heyrðu, við viljum bara markaður að leysa þetta einhvern veginn. Markaðurinn mun ekki leysa þetta nema hann búið til NBA-deild, og það hræðilegt til. Hvað með FPA? Financial Fair Play? Já, það sem að það gerir það að það byggir á því að reksturinn verða að vera sjálfbær. En reksturinn alveg sjálfbær í þessum vexti, sko. Það að segja að peningurinn ekki að koma kannski beint frá eigendunum, auðvitað var það þannig að til þess að Paris Saint-Germain og Manchester City kæmust í innan klúbb, þá þurftu að fá peninga frá eigendum. Nú það búið, og þessi félög þó að þessir eigendur færu, þá myndi þetta eru fínustu fyrirtæki, þeir myndu alveg reka sig, ekkert mál. Og Financial Fair Play gengur út á það, þú mátt ekki eyða pening sem þú þénaðir ekki. Nei, akkurat. Nokkurn veginn svona, þú veist, og eitthvað svona hitt og þetta annað. Þess að gera þetta svolítið sanngjarnt. Og þessi peningar sem ég að tala þeir myndu koma vegna þess að þau eru að þéna, vegna þess að þau eru að fara að selja skriljónir af auglýsingum og treyjum í Vietnam og Indonésiu, og þaðan kemur peningurinn. Og þau eru að fara að spila æfingamót einhvers staðar eða búa til sína eigin litlu keppnir þar sem þau eru að fá ofboðslegt forskot á alla hina, og það stenst Financial Fair Play. Það svolítið issueið. En það sem að enska úrslitinn gerir, hún tekur sjónvarpspeningi þaðan sem að sú deild fær og deilir henni rosalega jafnt. En það eini peningur sem hún yfir að ráða. Já. Þegar að Manchester United fekk Coles auglýsing á öxlina, þá var sú auglýsing meira virði heldur en auglýsingarnar á maganum á einhverjum 4-5 liðum í deildinni til samans. Og þetta eru peningar sem að fara óskiptir til Manchester United. Þegar Manchester United selur treyjur í Tælandi, þá eru þeir að fá milljónir sem að Norwich fær ekki einustu krónu, því það selst ekki ein Norwich treyja í Tælandi, ég get alveg lofa því. Og þetta eru einu markaðin sem að vaksa. Skiptir einhversu máli hversu margir búa í East Anglia eða eitthvað. Það sem skiptir miklu máli hversu margir eru að horfa á sjónvarp í Asíu og veðja og þessin eru auglýsingasamningarnir þannig. Þetta það sem mér finnst vera ógeðslega erfitt vandamál að leysa einhvern veginn. Ég veit ekkert almennilega hvernig þetta að gera það, sko. Ég ekki ennþá einhvern veginn komið með lausnina við því, nema það að á meðan við erum ekki búin að fatta, þá þarf bara að standa á bremsunni. Það bara verður við einhvern veginn að standa á bremsunni. Af því að fótboltinn mun líða fyrir það. Ég held að verði ógeðslega leiðilegt að fótboltinn verði eins og NBA, þó að leikinir gætu alveg verið skemmtilegir. Alveg gaman að sjá Liverpool móti Barcelona í einhverjum hörkuleik, en viljum við að fótboltinn sé bara það? Og að restin af fótboltanum verður bara eins og írskur fótbolti eða eitthvað sem öllum nákvæmlega sama og bara amatör sport eða bara eins og körfubolti. NBA það eina sem nokkurum sama með körfubolta. Ég veit alveg að það spilaði körfubolta annars staðar, en það öllum sama allt annað en NBA. Og þú getur alveg lifað því að spila körfubolta einhvers staðar, en NBA það eina sem skiptir máli. Og ég vil að mér finnst skemmtilegu fótbolta því hann skemmtilegur með alls konar hætti út allt. Það svo margt skemmtilegt. Já, og til dæmis einn af þeim hlutum sem svo skemmtilegu fótbolta að það eiga allir á blaði séns. Þessi körfuboltanum, það verður bara 20 lið sem í raun og veru bara auglýsingavörur og það er ein lið sem eiga séns. En svo skoðum við eins og Leicester sem voru settir á 2000 stuðul hjá veðbönkum fyrir mót og svo vinnaði mótið sem alveg frábært og það svona ævintýri sem maður lifir fyrir. Og með því að til dæmis stofna þessu ofurdeild, það væri bara afhróð, það væri hilling. Já, og að gera þetta svona lokuðum klúbbi þó að þeir ætlaðu að hleypa einhverjum upp í þetta, það er alveg hræðilegt. En ég vona að það verði ekki, en ég er dauðhræddur að verði. Þeir voru reynda kýldir svo svakalega niður núna að það alveg klárlega svolítið í það. Já, þeir þögguðu við eiginlega fögnum þessu, eða svona, þeir fóru á frætt í þetta og þar með kannski lokuðu á einhverju dyr í bili. Það er betra að það hefði gerst svona en að þetta hefði ekki gerst. Já, þeim tókst að samin að alla fótbolta saman, það var aldrei sér að það er saminningu. Haldið þið að það hefði verið betra að þeir hefði bara sagt, heyrðu, tímabilið 26-27, þá byrjar þetta. Eitthvað svona. Fyrir þá? Já. Sko, það svo sem fólst alveg í þessu, sko, þeir sögðu ekki að þeir ætlaðu að byrja að spila í ágúst. Þeir sögðu að tímabilið í nýju ofurdeildinni hæfist í ágúst mánuði. Já, ok. Þannig að það var ekki alveg klárt að þetta myndi byrja núna í haust. Þó að þeir hafa örugglega reynt það, sko. Já. Og reynt að ná í peninga og eitthvað, en kannski út af COVID sem þeir vildi ekki nefna þetta, sko. Já. En, sko, þetta út allt sem að þetta svolítið vandamál með það að stóru liðin sem of mikið aðdráttarafl. Í Skotlandi sérstök herferð í gangi sem heitir Support Your Local Team. Þar sem að
bara tökum dæmi, ég var á hérna Ibrox, heimavelli Glasgow Rangers á leik, milli Glasgow Rangers og Motherwell og ég var í svona hálfgerði svítu eða svona það sem hún fær mat fyrir leik og svona fínir og borðið með mér var leikmaður sem hafði spilað með Motherwell hann hafði verið atvinnumæður í fótbolta með Motherwell og hérna, hann var mættur á völlin sem stuðningsmaður Glasgow Rangers en það bara vegna þess að þetta vandamál að þú ert hérna alin upp í Kilmarnock eða Dumfries eða einhverstaðar en þú heldur með Celtic eða heldur með Rangers og þetta sama með barni sem að fæðist í Blackburn eða í Bolton eða einhverstaðar að það heldur með Manchester United og þetta er hérna, þetta andstæðin við það sem er hérna vil ég að KR bara sæki stuðningsmenn í Grafovogi og annar staðar af því að mér finnst alveg fáránlegt að það þurfa að vera bundið við póstnúmer en kannski ákveðin sjarmi í því en þetta er svona lítil útgáfa að sama dæmi ég held að það sem að vonandi gerist þegar það verður dýrar á völlin til dæmis og hérna fleiri túristar að koma á leikina í efstu deildum að þá eflist minniliðin með þessum hætti fólk verður að styðja sitt lokal liða skemmtilega Leifur, ég held að við séum bara á því nokkuð tendir Já, þetta voru frábæra pælingar og bara tíminn flaug frá okkur í kvöld Já, ég geti talað um manni svona 10 tíma Já, þetta er alveg, þetta var að vera frábært ég ætla bara að setja útgöngulegið og Birgir, þú kannski kemur aðeins inn á styrktaraðan okkar loki við erum marga nýja og hérna bara við þakkum gæla fyrir okkur í kvöld við erum þakka styrktaraðan okkar aftur það er Myntkaup sem að eru með eini helsti söluaðili Bitcoin í Íslandi við erum með AHA sem eru með heimsendingar á öllum heimsins mat og alls konar tilboð og hótelgistingum og svo framvegis við erum með Domus Nova sem bjóðum upp frítt verðmat og ef þið eru losnað eignina eina strax þá heyrir Domus Nova og segjum ekki síst ef við láta kötta þið vel niður þá er það fitnessport en senast og alls ekki síst er það Björn Berg þakka í kella fyrir komuna og stöðum svo hetja Takk fyrir boðið Takk fyrir